Þaðan fór Jesús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylgdu honum. Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkundunni. Fjöldinn sem á hlýddi undraðist stórum. Menn sögðu, hvaðan kemur honum þetta? Hver sú speki sem honum gefin og hvernig getur hann gert slík kraftaverk? Þetta ekki smiðurinn, sonur Maríu, bróðir þeirra Jakobs, Jóse, Júdasar og Símonar? Og ekki systur hans hér hjá okkur? Og þeir hneyksluðust á honum. Þá sagði Jesús, hvergi spámaður minna metin en í landi sínu, með frændfólki sínu og heimamönnum. Og hann gat ekki gert þar neitt kraftaverk nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og læknaði þá. Og hann undraðist vantrú þeirra. Jesús fór nú þorpin þar í kring og kendi. Hann kallaði þá 12 til sín, tók að senda þá út 2 og 2 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar annað en staf, ekki brauð, mal né peninga í belti. Þeir skyldu hafa skó á fótum en ekki 2 kyrtla. Og hann sagði við þá, hvar sem þið fáið inni, þar sé aðsetur ykkar, uns þið leggið upp að nýju. En hvar sem ekki tekið við ykkur, né á ykkur hlýtt, þaðan skuluðu fara og hrista dustið af fótum ykkar, þeim til viðvörunar. Þeir lögðu af stað og prédikuðu að menn skyldu taka sinnaskiptum, ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíu og læknuðu þá. Heródes konungur frétti þetta, enda var nafn Jesú orðið víðfrægt. Sögðu sumir, Jóhannes skírari risinn upp frá dauðum, þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. Aðrir sögðu, hann Elía, enn aðrir, hann spámaður eins og spámennirnir fornu. Þegar Heródes heyrði þetta, sagði hann, Jóhannes, sem ég lét hálshöggva, hann upprisinn. En Heródes hafði sent menn að taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, konu Filippusar, bróður síns. Hann hafði gengið að eiga hana, en Jóhannes hafði sagt við Heródes, þú mátt ekki eiga konu bróður þíns. Þess vegna lagði Herodías fæð á Jóhannes og vildi deyða hann, en gat ekki, því að Heródes hafði beig af honum og verndað hann, þar hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlýddi á mál hans, en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hentugur dagur. Á afmæli sínu gerði Heródes veislu gæðingum sínum, hershöfðingjum og fyrirmönnum Galíleu. Dóttir Herodíasar gekk þar inn og sté dans. Hún hreif Heródes og gesti hans og konungur sagði við stúlkuna, bið mig hvers þú vilt og mun ég veita þér. Og Heródes sór henni, hvað sem þú biður það mun ég veita þér, allt að helmingi ríkis míns. Hún gekk þá út og spurði móður sína, hvað á ég að biðja? Hún svaraði, höfuð Jóhannesar skírara. Jafnskjótt skundaði hún til konungs og bað hann, gef mér þegar á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur var hryggur við, en vegna eiðsins og gesta sinna vildi hann ekki synja henni þessa. Heldur sendi þegar böður og bauð að færa sér höfuð Jóhannesar. Hann fór og hjó af höfuð Jóhannesar í fangelsinu.
kom með höfuð hans á fati og færði stúlkunni, en stúlkan móður sinni. Þegar lærisveinar hans fréttu þetta, komu þeir, tóku lík Jóhannesar og lögðu í gröf. Postularnir komu nú aftur til Jesú og sögðu honum frá öllu því þeir höfðu gert og kennt. Hann sagði við þá: komið nú á óbyggðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara, svo að þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Og þeir fóru á bátnum einir saman á óbyggðan stað. Menn sáu þá fara og margir þekktu þá, og nú streymdi fólk þangað gangandi úr öllum borgunum og varð á undan þeim. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar margt manna og kenndi í brjóstum þá, því að þeir voru sem sauðir engan hirði hafa, og hann kenndi þeim margt. Þá mjög var áliðið dags, komu lærisveinarnir að máli við Jesú og sögðu: hér engin mannabyggð og langt á daginn liðið. Lát fólkið fara svo það geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til matar. En Jesús svaraði þeim: gefið því sjálfir að eta. Þeir svara honum: eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa því að eta? Jesús spyr þá: hve mörg brauð hafið þið? Farið og gætið að. Þeir hugðu að og svöruðu: 5 brauð og 2 fiska. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængresið og skipta sér í hópa. Fólkið settist niður í flokkum, 100 í sumum en 50 öðrum. Og Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Fiskunum 2 skipti hann og meðal allra. Og allir neyttu og urðu mettir. Þeir tóku saman brauðbitana fylltu 12 körfur, svo og fiskleifarnar. En þeir sem brauðana neyttu voru 5.000 karlmenn. Tafarlaust knúði Jesús lærisveina sína til að fara í bátinn og halda á undan yfir til Betsaidu, meðan hann sendi fólkið brott. Þá hann hafði kvattað, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Þegar kvöld var komið, var báturinn á miðju vatni, en Jesús einn á landi. Hann sá að þeim var þungur róðurinn, því að vindur var á móti þeim, og langt var liðið nætur, kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætlar framhjá þeim. Þegar þeir sáu Jesú ganga á vatninu, hugðu þeir að þar færi vofa og æptu upp yfir sig, því að allir sáu þeir hann og urðu skelfdir. En Jesús mælti jafn skjótt til þeirra: verið hughraustir, það ég, verið óhræddir. Og hann stég í bátinn til þeirra og lægði þá vindinn. Og þeir urðu öldungis agndofa, enda höfðu þeir ekki skilið það sem gerst hafði með brauðin. Hjörtu þeirra voru blind. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir að landi við Genesaret og lögðu þar að. Leið og þeir stigu úr bátnum, þekktu menn Jesú, og fólk tók að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri. Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans, og allir þeir sem snertu hann urðu heilir.